Ást er eitt af mest ávanabindandi eiturefnum heimsins. Eða þannig líður manni stundum. Í alvörunni er ást tegund af hormóni sem býr til þessa tilfinningu sem við köllum ást og heitir hann oxytocin. Ástartilfinningin er oftast beint af annarri manneskju og kallast það að vera ástfangin. En það er líka munur á að vera ástfangin og að elska einhvern innilega. Þegar maður elskar einhvern er það ekki bara vegna hormóna, heldur líka því að maður hefur búið til gott samband við hina manneskjuna og að mann líkar við manneskjuna fyrir utan samband. En þegar maður er bara skotin í einhverjum, kallast það oft gelgjuást eða forspást og er það í flestum tilfinningum ást sem er bara knúin af oxytocin. Hérna er hún Arndís, hérna er mamma mín, hérna hefur við Patrik og við ætlum að spyrja hann um ástina. Finnur þú fyrir mikilli ást í lífinu? Já. Já, mér finna fyrir mikil ást sérstaklega heima hjá mér. Já, ég finn fyrir mjög mikil ást. Til dæmis börnunum mín. Já. Mjög mikla. Bara með fjölskyldinu? Já, allan dag. Já. Ég er rosalega heppin með fjölskyldu. Ég er búin að vera hérna í allan dag með fjölskyldunum minni að gera eitthvað notalegt. En hvað gerist þegar maður elskar einhvern en þeir elska þig ekki tilbaka? En ég elska þig! Oft endar það í ástarsorg, sem er eitt af þeim verstu tilfinningum sem hægt er að finna fyrir. Ástarsorg getur oft valdið þunglyndi, sorg og kvíða í sumum tilvikum PTSD eða post-traumatic stress disorder. Vísindalega er haldið að manneskjur finna fyrir ástarsorg vegna þróunarbyggðu þörf manns til þess að umkringast andra og hefur það í fornöldum verið mjög vont að vera einn á ferð. En hvað er þá kyn? Kyn er sátt menningarlegra, félagslegra og sálfræðilegra hugtaka sem leyfa manni að tjá sig á sinn eigin hátt. Allir eru fæddir með einhver kynfæri og eru gefin sín eigin kyn frá fæðingu, en í nútíma samfélagi er hægt að ráða og skilgreina sig við annað kyn en það sem maður fæddist með. Og hvað er ást í þínum augum? Það er mjög flókið. Eiginlega allt lífið sko. Ást er allt lífið, lífið er ást. Ástin, bara góð tilfinning sem að allir eiga skilja að geta fundið einhvern tíma í lífi sínu. Það eru samböndin sem við eigum í lífinu. Þau gefa okkur innihald og kærleika og að hugsa vel hvort annað. Bara að þessu litlu hlutir. Að muna eftir, hlusta á fólki í kringu þig, sína væntumþykju. Líka elska sjálfan sig, það er nefnilega mikilvægt. Kynhneigð, eða sexual orientation á ensku, er hugtak sem lýsir kynferðislegri og tilfinningalegri aðlögun við annað fólk. Kynhneigð getur oft verið erfið að skilja, þar sem að kynhneigð er spektrum. Það getur verið stelpa og strákur, strákur og strákur, stelpa og stelpa og margt annað. Virðing í sambandi er mikilvægasti hluturinn í heilbrigðu sambandi. Til þess að geta haldið góð samskipti við aðrar manneskjur skiptir mestu máli að virða mörk andra og þeirra skoðanir. Ef ekki er virðing í samskiptum eða samböndum, þá líður einni eða báðum manneskjunum eins og að hin manneskjan hugsar ekki sig. Með almennilegri virðingu verða samskipti mikið betri og skemmtilegri, þar sem að báðar manneskjunar finnast eins og þær séu að taka þátt í sambandinu. Hvað finnst þér mikilvægast í sambandi? Traust. Já. Það væri traust. Að báðir aðalega geta virt hvort annan. Ef þú berð ekki virðingu fyrir makaðinum, þá getur ekki verið saman. Bera virðingu fyrir einhverjum og að hlusta á hvort annað og sama hvort að það er makiðinn eða fjölskyldaðinn eða vinur og traust. Nú vitið meira um ást, þess gleði, erfiðleika og vellíðan. Takk fyrir að horfa.